Við förum ekki gegnum hliðin í þessa höll sem við erum með á leigu, heldur komum við hérna inn, hér er opið og þá birtist þessi fallegu garður. Hér keyrum við upp. Og þarna sjáum við nautið og þetta er húsið þarna á bakvið okkar hús sem við erum í. Löbbum hér og hann er nú María kom úr sundi. Hérna þessa leið keyrðum við og förum við hérna og enn sjáum við nautið. Dálítið dónalegt. Og þarna er svo húsið. Og þarna situr afmælisbarnið upp undir vegg og er að skrifa. Svona punkta í dagbókina sína. Svo löpum við fram fyrir húsið. Hér er garðurinn fyrir framan húsið. Hringtorg hérna. Hér sjáum við framhliðina. Þetta eru 3 hæðir. Förum hérna niður fyrir. Svona skarta blómapottarnir svæðið. Og þarna er glerskáli. Kíkjum á það svona eftir, förum við hringinn í kringum húsið fyrst. Hér eru ýmis listaverk og hér er garðurinn áfram og hérna er steinlistaverk. Hérna er stytta. Þetta eru listlaunendur sem eiga þetta og mikið af alls kyns listmunum inni. Hérna sem hina hliðina með glerskálanum. Hann er hægt að sýta einni. Hérna er svo bakgarðurinn þar sem við höldum okkur nú dálítið mikið. Bæði þarna í þessum hálfgerða skála sem er nú þaklaus og svo er ósköp notalegt að hlusta á hljóðið í brunninum. Og hérna sjáum við bakhliðina á húsinu. Þetta er meira áttar hús. Hérna er partíið haldið. Þarna borðum við. Þarna sjáum við eitt listaverkið. Og þá erum við búin að fara í kringum húsið. Þarna er bjalla, þarna er þetta hringja bjöllunni þegar maturinn er tilbúinn. Og svo er svona voðalega fín stétt hérna. Og frúin hætt við skriftirnar. Látum þetta duga hér að utan. Nú skulum við labba inn í húsið. Hérna er svona móttöku
aðstæðan. Þetta er miðkjarninn í húsinu. Löbbum hérna. Hérna er píanóherbergið og svona setustofa. Hér er svona önnur setustofa. Og hérna er glerskálinn. Það vantar ekki púðarna hérna. Og svo skulum við labba hinum megin. Og þetta er bara herbergi eftir herbergi, setustofur alveg í gríð og erg. Hér er þessi stór og mikil. Svo erum við komin hérna, aftur inn í móttöku. Hólið. Og svo ætla ég að labba hérna upp. Það er nú að loka hurðinni hérna. Hún er opin eftir mig. Á annarri og þriðju hæð þar eru herbergin. Hér eru 8 herbergi allt í allt. Hérna er herbergi 1. Og þar er afmælisbörnin. Við erum ekki að opna meira, förum bara hérna inn. Kveikjum ljósið. Hérna er svona setukrókur sem maður kemur inn. Og svo komum við hérna inn í svefnherbergið. Þetta fína rúm. Og blástur. Og svona eru meira menna öll baðherbergin flott. Þetta er herbergi númer 1. Herbergi númer 2 er líka eins. Kíkjum hérna inn. Það er enginn heima. Og hérna er hjónaherbergið. Barnarúm og þarna er baðherbergið, förum ekkert frekar inn í þetta. Svo restin er alltaf 2 herbergi saman, þannig þetta er mjög svipað. Skulum kveikja ljósi hérna, svo við sjáum svona betur. Hérna er herbergi 3, og flott og enginn í því. Tilbúið fyrir komandi fjölskyldur sem eiga eftir að koma. Og hérna er herbergi 4 og það er sama. Þar er maskabur og hérna er sturta og klósett og ég veit ekki hvað og hvað. Og svona eru þau öll sömun. Herbergin 3 og 4, svo hérna 5 og 6 og hérna er setustofa og bókaherbergi. Og svo hérna er 7 og 8. Svo löpum við upp á 3. hæð. Mikið af fallegum listmunum. Álítið dimmt hérna. Það er allt í lagi. Þessar vistarverur sitthvoru megin erum við ekki með. Hérna er biljartborð og hefum ekki að kveikja ljósið. Getum það ekki. Hérna er svona samveruherbergi og hérna eru síðustu herbergin og það er sama. Herbergi 9, 10, 11 og 12. Og hérna eru 2 herbergi og klósett. Þannig að, og hér er biljartborðið.
þá rúndurinn kominn þá aðstöðu sem við höfum. Og hún ekkert að verða í taginu. Hérna gengum maður inn í eldhúsið og þetta eldhúsið hérna. Hérna birtist það. Og hann afmælisbarnið. Og hann erum við að hella upp á pressukönnun okkar. Hér ísskápur og þannig kæliskápur fyrir vínið. Og hér svona algjört búr og þannig hægt að vaska upp. Þetta uppþvottavél.